Hérna mótorinn sem ég ætla að nota og ég ætla að sjá hvort hann fer í gang. Þetta Senua 38 og this is a Senua 38 to us people that speak English. I got expert help. Okay. It's all primed, ready to go. Okay. Can I do this? Yep. Honestly, that was the first start. Þetta var sko fyrsta ræsing. Svona á að gera þetta. Thank you. Thank you. And you will also notice that one of us didn't spill our tea down our t-shirt. Oops. I say, old chap, you nearly got my nose. I know. Please. There's a little bit more oil in this than would be. Don't worry. No? Not much difference. Actually, having a little bit of extra oil in it makes it run leaner. Oh. Do you believe that's a good one? Thank you. Thank you. Hérna mótorinn kominn á og Steve Holland hjálpaði mér hérna í gærkvöldi að koma þessu fyrir og stilla allt eins og þarf að vera. Mér láðist náttúrulega að taka vídeo á meðan en ég ætla að benda svona á að helsta sem við gerðum. Mótorinn náttúrulega festur á með þessu mótorfestingu hérna og skrúfurnar eða boltarnir sem hérna eru, þeir fylgja með þannig að auðvelt að festa mótorinn á. Síðan er þessi kross hér, hann verður tengdur í servóið þegar þar kemur og hann er tengdur hérna niður í blöndungin. Til þess að festa þetta hérna á þá þurftum við að bora 2,5 mm skat í þennan tappa sem hér er, samt ekki alla leið í gegn, bara inn í hann, og snitta með 3 mm
snitti. Svona. Þetta er það sem við snittuðum með. Síðan festan krossin á með 3 mm bolta og límdi hann með gengjulími. Þegar að servóið togar hérna niður, þá ítist þessi stöng niður og opnar fyrir karburétorinn, þannig að þá gengur mótorinn hraðar. Tankurinn er komin í hérna og úr honum liggja 3 slöngur, ein kemur hér í gegn og inn í blöndunginn fyrir bensínið. Hinar 2, það eru 3 slöngur í tankinn. Hinar 2 munu liggja út eldvegginn hinum megin mótorinn og þar niður, þannig hægt verði að setja bensín á tanka. Það sem að stendur til næst er að koma vélarhlífinni upp á. Hún er hér. Vélarhlífin er gríðarstór og þykkum glerfíber og það er náttúrulega alveg augljóst að það þarf ýmislegt að taka af henni og ég geri það með smá pappaspjöldum. Koma því næst. Nú ætla ég að fara að reyna að fitta kálinguna hérna upp á. Fyrst þarf ég að vita hvað hún er löng. Hvað að segja, héðan og hingað. Og mæli það bara svona. Og það gerir svo mikið sem 17 cm. Mótorinn stendur hérna fram úr og hann er líka nákvæmlega 17 cm. Þannig að hingað, þar sem spaðinn liggur, eru nákvæmlega 17 cm. Þannig að ég get sett kálingunum þannig að hún sé það bil sentimeter fyrir aftan, það sé hér þar sem þessi hringur er. Og til þess að gera það, þá merki ég bara hérna á vegginn og það er líklega ágætt að setja smá límband á það til þess að kálingin renni upp á. Nú ætla ég að setja pappírbúta á skrokkinn sem að sýna mér hvar hlutirnir eru sem að standa út og hversu langt þeir standa út.
nú veit ég að þegar ég er búinn að taka mótorinn af og setja kálinguna upp á, þá legg ég þetta að og get teiknað þetta gat og síðan skorið það út. Þá veit ég að þetta passar í kringum karbúratórinn. Til að festa kálinguna niður þá fylgja með 4 litlar skrúfur. Ég er að hugsa að nota örlítið öflugri skrúfur sem ég á sjálfur og ég þarf að bora fyrir þeim hérna. Ég hef búinn að festa kálinguna á með límbandi, svona öflugu svörtu límbandi og búinn að merkja hérna með hvítu hvar ég ætla að bora. Nú situr vélarhlífin á sínum stað, vonandi nógu föst. Þá get ég tekið þennan pappír sem ég útbjó áðan, lagt hann hérna yfir og þá sé ég nákvæmlega hvar ég þarf að taka gat og þá get ég bara merkt þetta gat. Þá er þetta svæði sem ég þarf að skera út. Ég hef líka búinn að merkja hérna framan á það sem þarf að taka úr fyrir mótornum og til þess að skera svona þá eru ýmis verkfæri möguleg. Ég ætla að nota svona handfræsara og skurðarskeifu sem ég keypti á internetinu. En það er tvennt sem maður þarf að hafa í huga, annars vegar að þegar maður sagar svona glerfíber eins og þetta, þá myndast rosalega mikið ryk og þá verður maður að passa sig að anda því ekki að sér. Og til þess er ég með rykgrímu, svona. Og rykið, það hefur mikil áhrif á hendurnar hjá mér, þannig að ég þarf líka að vera með svona hanska. Þannig að það er eins gott að vera með allar þær verjur sem maður þarf.
Áður en ég fer mikið lengra og gera eitthvað annað þá ætla ég að nota ryksugguna. Hérna er þá mótorinn komin í og vélarhlífin komin utan. Hún er föst hérna með 4 skrúfum og ég er búinn að saga af henni allt sem að þarf að saga af til þess að hún komist upp á.